Komið sæl og góða kvöldið. Við erum hjartanlega velkomin í daglegan biblíu, lestur Frelsiskirkjunnar. Við erum búin að lesa saman núna daglega í orði Guðs síðan 1. maí og við ætlum að halda áfram. Við erum búin að vera að lesa Markúsar Guðspjall sem er elsta Guðspjallið, eitt af 4 Guðspjöllunum í Nýja testamentinu sem segir frá lífi og starfi Jesú Krists þegar hann gekk á jörðinni í mannslíkama. Og ég veit ekki með ykkur en ég að upplifa meiri nánd við Jesú og ég sé að kynnast honum betur heldur en áður. Og það sem ég hef líka verið að gera samhliða því að lesa í Guðspjöllunum er ég búin að vera að horfa aftur á Chosen-þættina. Chosen-þættirnir, þeir eru á Netflix, þeir segja einmitt frá lífi og starfi Jesú Krists og lærisveina hans á jörðinni og það er frábært að horfa á svo þætti samhliða því og maður er að lesa í Guðspjöllunum. Því maður fær svona sjónrænt það sem er að gerast í Guðspjöllunum og þannig ég mæli með því að horfa á Chosen-þættina á meðan á sama tíma og þegar að lesa Guðspjöllin. En við erum búin að vera að lesa í Markúsar Guðspjalli og við erum að fara að lesa 12. kaflann í kvöld og við lásum 11. kaflann í gærkvöldi og þar var sagt frá því þegar Jesú kom inn í Jerúsalem ríðandi á ösnufóla og var að uppfylla mörg 100 ára gamlan spádóm úr Sakaría sem er í Gamla testamentinu það hvernig Messías eða Kristur myndi koma inn í borgina ríðandi á þessum ösnufóla. Og lýðurinn, hann hyllti Jesús sem konung og hrópaði Hósanna, Hósanna og blessa sé hið komandi ríki föður vors Davíðs, Hósanna í hæstu hæðum. Og þetta var rosalega mikil ögrun bæði fyrir gyðingana og farisæana og fræðimennina sem voru bara að deyja úr öfund og afbrýðissemi og hugur þeirra og augu voru hjúpaði myrkri, þeir gátu ekki séð. Meðan farisæarnir og fræðimennirnir áttu að vera og prestarnir áttu að vera þeir sem að þekktu og voru þeir sem að þekktu biblíuna, sem að Tóra, Gamla testamentið, betur heldur en allir aðrir og þeir áttu jafnvel að læra fyrstu 5 Mósebækur utan að. Þeir höfðu lesið og lært meira Messías og hans komu heldur en nokkur annar maður en samt voru þeir svo blindaðir að þegar Messías kom þá þekktu þeir hann ekki. Af því þeir voru með fyrirfram ákveðnar hugmyndir hvernig hann yrði sem voru ekki í samræmi við það sem var og þá afneituðu honum og þeir reyndu stöðugt að koma honum fyrir kattarnef. Og það var allt vitlaust þegar hann kemur þarna ríðandi inn á ösnufóla líka fyrir rómverska keisaraveldið af því að þarna það er náttúrulega landráð og það má taka þig af lífi samkvæmt rómverskum lögum ef þú reynir að steypa keisaranum af stóli og þarna einhver kominn sem samkvæmt biblíunni á að vera konungur og þeir voru líka haldið þessu misskilningu hvers konar konung væri að ræða. Þannig að þetta var líka öðrum fyrir keisaran og þeir höfðu að sjálfsögðu og eðlilega ágjörð þessu. Þannig að og það er talað þetta í 11. kaflanum. Og síðan kom dæmisagan Jesú þegar hann hastaði á fíkjutréð og það dó. Og þegar Jesús kemur með þessa ofboðslega dýrmætu lexíu að það sem við trúum í hjartanu og það sem við tölum út, það verður. Það er vald hins trúaða sem er mjög mikið. Og þegar við tölum hinn trúaða, þann sem hefur tekið á móti Jesú og trúur á hann, við höfum gríðalegt vald. En meira segja þeir sem hafa ekki tekið á móti Jesú, þeir hafa líka vald. Sjálfsögðu ekki eins mikið og þeir sem hafa heilagan anda innra með sér og þetta vald iðkum við með því hvernig við trúum og hvað við tölum út. Og þannig að núna erum við að fara að lesa 12. kaflan og hann er alveg 2 fullar blaðsjur. Þannig að endilega lesið með okkur. Við erum búin að lesa svo lengi því erum við mjög vel þjálfuð því að lesa biblíunni. Þannig að það breytir engu máli fyrir ykkur en við ætlum að lesa bara allan kaflan. Og það er ekki nema 16 kaflar í Markúsar Guðspjalli, þannig að endilega grípi biblíunni og flettiði upp á 12. kaflanum. Hann er á blaðsíðu 61 í Nýja testamentinu og ber yfirskriftina vondir vínyrkjar. Þannig að endilega grípi biblíuna og lesiði með okkur og ég ætla að hefja lesturinn núna.
Þá tók Jesús að segja þeim dæmisögu. Maður plantaði víngarð. Hann hlóð garð hann, gróf fyrir vínþröng og reisti turn, seldi hann síðan vínyrkjum á leigu og fór úr landi. Á settum tíma sendi hann þjón til vínyrkjana að fá hjá þeim hlut af ávexti víngarðsins. En þeir tóku hann og börðu og sendu burt tómhentan. Aftur sendi hann til þeirra annan þjón. Hann lömdi þeir í höfuðið og svívirtu. Enn sendi hann annan og hann drápu þeir og marga fleiri ýmist börðu þeir eða drápu. Einn átti hann eftir enn, elskaðan son. Hann sendi hann síðastan til þeirra og sagði, þeir munu virða son minn. En vínyrkjar þessi sögðu sín á milli, þetta erfinginn, förum og drepum hann, þá fáum við arfinn. Og þeir tóku hann og drápu og köstuðu honum út fyrir víngarðinn. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gera? Hann mun koma, tortíma vínyrkjunum og fá öðrum víngarðinn. Hafið þið eigi lesið þessa ritningu? Steinninn sem smiðirnir höfnuðu orðinn að hyrningasteini. Þetta verk drottins og undursamlegt í augum vorum. Æðstuprestarnir, fræðimennirnir og öldungarnir vildu taka hann höndum en óttuðust fólkið. Þeir skildu að hann átti við þá með dæmisögunni og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Keisarinn og Guð. Þá erum við komin í 13. versið í 12. kafla Markúsar Guðspjalls. Þá sendu þeir til Jesú nokkra farisea og Heródesar sinna og skildu þeir veiða hann í orðum. Þeir koma og segja við hann, meistari, við vitum að þú ert sannorður og hirðir ekki álit neins, enda gerir þú þér engan mannamun, heldur kennir Guðs veg í sannleika. Leyfist okkur að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Eigum við að gjalda eða ekki gjalda? En Jesús hræsti þeir og sagði við þá, hvers vegna leggið þið snörur fyrir mig? Fáið mér denar, látið mig sjá. Þeir fengu honum pening. Hann spyr, hvers mynd og nafn á peningnum? Þeir svöruðu, keisarans. En Jesús sagði við þá, gjaldið keisaranum það sem keisarans og Guði það sem Guðs og þá furðaði stórlega á honum. Guð lifenda. Þá erum við komin í 18. versið. Saddúkear sem neita því að upprisa sig til, komu til hans og sögðu við hann, meistari, Móse segir okkur í ritningunni að deyi maður barnlaus en láti eftir sig konu, skuli bróðir hans ganga að eiga ekkjuna og vekja honum niðja. Nú voru 7 bræður. Sá fyrsti tók sér konu en dó barnlaus. Annar bróðirinn gekk að eiga hana og dó barnlaus. Eins hinn þriðji og allir 7 urðu barnlausir. Síðast allra dó konan. Kona hvers þeirra verður hún í upprisunni þegar menn rísa upp. Allir 7 höfðu átt hana. Jesús svaraði þeim, það ekki þetta sem veldur því að þið villist? Þið þekkið ekki ritningarnar né mátt Guðs. Þegar menn rísa upp frá dauðum, kvænast þeir hvorki né giftast. Þeir eru sem englar á himnum. En hafið þið ekki lesið í sögunni þyrnirunnin í bók Móse að dauðir rísa upp? Guð segir við Móse, ég Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki hann Guð dauðra heldur lifenda, þið villist stórlega. Æðsta boðorð, þetta 28. versið áfram. Þá kom til Jesú fræðimaður einn. Hann hafði hlýtt á orðskipti þeirra og fann að Jesús hafði svarað þeim vel. Hann spurði, hvert æðst allra boðorða? Jesús svaraði, æðst þetta, heyr Ísrael, drottinn Guð vor, hann einn drottinn, og þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað þetta, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað þessu meira. Fræðimaðurinn sagði þá við Jesú, rétt það meistari, satt sagðir þú, einn Guð og enginn Guð annar en hann. Og að elska hann af öllu hjarta, öllum skilningi og öllum mætti og elska náungar eins og sjálfan sig,
Það öllum brennifórnum og sláturfórnum meira. Jesús sá að hann svaraði vitulega og sagði við hann: Þú ert ekki fjarri Guðsríki, og enginn þorði framar að spyrja. Kristur drottinn. Þetta 35. versið og áfram. Þegar Jesús var að kenna í helgidóminum, sagði hann: Hvernig geta fræðimennirnir sagt að Kristur sé sonur Davíðs? Sjálfur mælti Davíð af heilögum anda. Drottinn sagði við minn drottinn: Set þig hér til hægri handar þangað til ég geri óvini þína að fótskurð þinni. Davíð kallar hann sjálfur drottinn. Hvernig getur hann þá verið sonur hans? Og hinn mikli mannfjöldi hlýddi fúslega á hann. Viðvörun. Og þá erum við komin í 38. versið og áfram. Þegar Jesús var að kenna þeim, sagði hann: Varist fræðimennina sem fýsir að ganga í síðskikkjum og láta heilsa sér á torgum, vilja skipa æðsta bekk í samkundum og hefðarsæti í veislum. Þeir mergsjúga heimili ekkna en flytja langar bænir að yfirskinni. Þeir munu því fá þyngri dóm. Fyrir ekkjurnar. Jesús settist gegn fjárhirslunni og horfði á fólki leggja peninga í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið. Þá kom ekkja ein fátæk og lét þar 2 smápeninga, 1 eiris virði. Og Jesús kallaði til sín lærisveina sína og sagði við þá: Sannlega segi ég ykkur, þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir lögðu í fjárhirsluna. Allir gáfu þeir af allsnægtum sínum, en hún gaf af skorti sínum allt sem hún átti, alla björg sína. Amen. Þetta langur kafli. Við skulum bara vinda okkur í nokkur atriði í honum. Sumu sleppi ég ekki því að það sé ekki mikilvægt, heldur kannski skýri sig svolítið sjálft, en nefnir svona frekar atriði til þess að hjálpi okkur við að lesa og skilja hvað verið að tala um. Og byrjum þá á manninum sem var að planta víngarðinn. Þetta maður sem á víngarð, kemur honum í toppstand, semur við vínyrkja að þeir fái að nýta hann, en hann fái köpt, hlutfall sem sett af uppskerunni. Svo þegar hann ætlar að fá sín hlut, þá vilja þeir ekki greiða honum og berja þá sem koma að drepa þá og bara ætla sér að halda víngarðinn við sjálfa sig. Svo kemur, og þá sendir hann son sinn, og þá hugsaði ég að ef við losnum við sonin, þá erum við bara stað okkar sterkar og drepa hann líka. Og Jesú var þarna að tala að spámennina sem hefðu verið sendir í gegnum aldirnar til Ísraelsmanna og sumir hefðu verið drepnir, lamdir, fangelsaðir og lent í alls konar þrengingum. Og svo var hann að segja, svo kemur sonurinn. Og það var spádómur í Gamla testamentinu að hornsteinninn sem Guð valdi til að reisa sitt ríki á og sína byggingu og sitt hús, að honum verið hafnað að smiðunum. Smiðirnir eru prestarnir, öldungarnir og fræðimennirnir, og þeir segja, og Guð, en steinninn Kristur, sonurinn, og þessir sem eiga byggja, smiðirnir, þeir munu hafna þessum hornsteini sem Guð valdi. Og hornsteinn var þannig gerður að þetta velja hann mjög vel til, því að út frá honum var byggingin gerð, frá horninu, út í næstu horn og svo öll byggingin. Og ef að hornsteinn var skakkur í upphafi, þá gat öll byggingin orða. Og Jesús steinninn sem faðirinn valdi. Amen. Fræðimenn þeir föttu alveg hvað Jesús var að segja. Hann var að segja, þið eruð eins og forfeður ykkar sem að dyttu smá báminn eða börðu á, og nú ég kominn og þið hafnið mér. Og þeir vildu taka hann höndum fyrst hann talaði svona til þeirra. Þeir misskildu ekkert.
En þeir voru svo hræddir við fólkið að þeir yfirgáfu Jesú og gengu bara í burtu. En nú var, Jesú hafði farið þarna inn í Jerúsalem sem konungur, látið hylla sig. Hann hafði ráðist á okrið í musterinu og fyrir framan nefið á þeim sem stóðu að því og vopnuðu armana þeirra og enginn þorði að snerta við honum og menn ákváðu við verðum að finna leið til þess að hann verði handtekinn og deyddur. Og þá tóku tveir óvinahópar sig saman. Það segir nefnilega hérna að Farísear og Heródesar sinna komu. Farísear voru menn sem voru sinna lögmálinu, þeir unnu gjarnan fyrir sér og voru að sinna starfinu við fræðin og allt sem gyðingdómnum fylgdi. En svo voru Heródesarsinnar. Heródesinnarnir voru þeir sem fylgdu Heródesi að málum. Heródes var fulltrúi Rómverjana. Hann var að vísu gyðingur, en hann starfaði alveg sem leppur Rómverjana og Heródesarsinnar voru Rómverja megin. Þannig óvinirnir, farísearnir og þeir sem voru Rómverja megin og studdu Rómverjana ákveða sameiginlega að fara til Jesú til að klekkja á honum. Og hvað gera þeir? Þeir ákveða að finna leið sem með því að spyrja leyfist að gjalda keisaranum skatt. Og þá, ef hann segir nei, þá gátu Heródesarsinnarnir klagaðan og rómverskir hermenn hefðu tekið Jesú og dæmt hann eftir til dauða. Og þá, ef Jesú segir já, það er í lagi, þá væri hann talinn svikari. Og þeir töldu að þeir voru algjörlega búnir að króa Jesú út í horn með því að stilla honum svona upp og þeir stóðu saman að þessu Heródesarsinnar og farísear. En Jesú segir við þá, sýnið mér skattpeninginn. Og þeir réttu honum skattpeninginn. Og skattpeningurinn ber mynd keisarans og nafn keisarans. Og þýddi að þetta voru peningar keisarans og í vissum skilningi eign hans. Og þá segir Jesú, þetta mynd af keisarunum, keisarinn á þennan pening og gjaldið keisaruna sem hann á, en Guði það sem hann á. Og aðförin mistókst. Síðan Jesú spurður að því hvað hið æðsta boðorð í lögmálinu. Hvað getur því? Og þannig spurður hver æðst allra boðorða. Sumir halda að Jesú hafi komið með þetta boðorð. Að elska Guð allir hjarta, sál, mætt og huga og náungan eins og sjálfan sig. En það er ekki rétt. Þetta boðorð í Mósebókum. Kallað sjemma, að það byrjar á orðinu sjemma sem þýðir að heyra, hlusta og hlýða og gefa gaum að. Og þetta er mjög mikilvægt boðorð meðal gyðinga og Jesús segir þetta boðorð æðst. Og fræðimaðurinn segir já og meiri segja mikilvægar en allar fórnir segir færum og Jesús tekur undir það með honum. Núna í Nýja testamentinu þá breytti Jesú kúrs. Hann sneri þessu boðorði við á hvolf. Ekki sem sagt þannig að vera að hafna kærleikunum. Þetta boðorð segir hvernig við eigum að elska Guð og hvernig við eigum að elska náunga. En Jesú segir það var Guð sem elskaði heiminn svo mikið að hann gaf það mesta og besta sem hann á til að bjarga honum, son sinn. Og Jóhannes postuli segir, kærleikurinn
ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur. Jóhannes sagði við elskum að því að Guð elskaði okkur að fyrra bragði. Þannig að þegar sonurinn kom, gaf líf sitt á krossi, dó fyrir okkur reisuð, þá snerist þetta að Guð elskaði okkur og við tökum við kærleika Guðs. Og í Jóhannesarbrefi, fyrsta Jóhannesarbrefi, er áherslan svona. Trúðu því að Guð elski þig. Trúðu því að hann meðtaki þig eins og þú ert með öllum þínum göllum, öllum þínum syndum, öllum þínum brotum og öllu sem er í lífi þínu og þú vilt ekki að neitt vitum. Komdu til hans eins og þú ert og trúðu því að þú sért meðtekinn. Og í Jóhannesarbrefi segir, kærleikurinn hjá okkur er fullkominn þegar við veljum að trúa þessu. Svo kemur fram annars staðar í Biblíunni að þegar við böðum okkur að þennan hátt í kærleika Guðs, trúum kærleika Guðs, þá ferum við að breytast líka. En það er afleiðing en ekki orsökin. Þannig að í boður Mósebóka er þú átt að elska Guð. Í Nýja testamentinu segir Jesús og apóstolarnir, Guð elskaði þig og þú þarf bara að trúa þessu kærleika, taka við þessum kærleika og koma til Guðsins þú ert með öllum þínum kostum, göllum, syndum og segja Jesús hér þenni frá, ert þú minn drottinn og Guð, ég gef þér líf mitt, ég tek við þér og ég trúa þig. Og Biblía segir að þegar við stígum þetta skref, þá förum við frá dauðanum til lífsins. Þá eignumst við eilíft líf, verðum ríkisborgarar í ríki Guðs og við fáum endurfæddan anda, nýtt hjarta, andlegt hjarta. Það gerir það ekki verkum að við verðum einhverju fljúgandi englar strax á eftir, en þá byrjar breytingaferill í líf okkar ef við göngum fram í þessu og leyfum orðið Guðs að vinna í okkur. Amen. Og þá varar Jesú við hræsninni og hann segir að fræðimenn mergsjúgi fátækt fólk, heimili ekna og flytja sig langar bænir. Væntanlega eru þeir með einhverja leiðir til að fá ekkjurnar og alla til að gefa í sína fjárhirslur, fara svo með langar bænir, en ég segi þetta er rangt. Svona peningablokka hvert fátæku fólki gengur ekki. Og í beinu framhaldi er sagt frá því að menn voru að leggja í fjárhirsluna. Og þá er Jesú að segja hvernig Guð metur gjafir okkar. Ekkjan sem gaf meðan hann að skorti. Hún gaf bara þá keypt minni mat eða eitthvað slíkt, fyrst hún gaf. Og vantaði hana pening. En hún gaf af skorti sínum, ég segir fram fyrir Guði, gaf hún meira heldur en auðmenninir sem gaf á nægtum sínum miklu herri fjárhæðir. Ef Guð horfir á okkur og hjart okkar og hugafar og Biblía segir Guð elskar glaðan gjafara. Amen. 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 Takk fyrir þetta. Mér langar til þess að minna á, áður en við byrjum fyrir ykkur, þá vil ég minna á annað kvöld, 23. júlí, þá fimmtudagskvöld, og þá erum við með lífsbreytandi fimmtudagsfund Frelsaskirkjunnar. Og fimmtudagsfundurinn á morgun fjallar heilbrigðar tilfinningar og hvernig við göngum í kærleika Guðs og hvernig Guð vill gefa okkur tilfinningarlegt heilbrigði og getuna til þess að vera frjáls frá tilfinningum okkar, frjáls frá neikvæðum tilfinningum, hvernig við getum stjórna okkar eigin tilfinningum og hann gefur okkur viskuna það hvernig við bregðumst við neikvæðum tilfinningum þannig að þær séu ekki að stjórna okkur eða stjórna líf okkar og þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir okkar líf að láta ekki stjórnast af tilfinningum okkar. Að neikvæðar tilfinningar séu ekki að stjórna okkur eða hafa vald yfir okkur eða okkar hegðun eða okkar lífi. Og þannig að mér langar bara til þess að hvet ykkur til þess að vera með okkur. Þetta er live á Facebook, Zoom, TikTok, annað kvöld klukkan 9 kvöldið og það er svona 40 mínútna predikun og síðan er svona
sirka korter til 20 mínútna hugleiðslubæn þar sem við erum að hugleiða orðið sem við vorum að heyra predikað. Og þegar við hugleiðum orðið, þá fer það héðan og hingað inn í hjarta okkar og við trúum því. Og þegar við trúum orðinu, þá lifum við orðið. Og það er svo ofboðslega stórkostlegt. Og það er þessi stórkostlega umbreyting sem á sér stað þegar við leyfum orðið Guðs að umbreyta okkur, að vinna í okkur, að umbreyta trú okkar og gefa okkur nýja trú og nýtt hugafar. Þannig að endilega verið með okkur heilbrigðar tilfinningar og hvernig göngum við í kærleika Guðs. Og þannig að ég hlakka til að sjá okkur annað kvöld klukkan 9 og síðan eftir það þá ætlum við að halda áfram að lesa Markúsar guðspjallið og við ætlum að sjálfsögðu að klára það. Þannig að við skulum biðja. Faðir, ég bið fyrir öllum þeim sem eru að hlusta og horfa og öllum þeim sem eru eftir að horfa. Ég þakka þér fyrir að ég geti sett orð þitt núna inn í hjarta, líkama, huga og sál sérhvers sem eru að hlusta og það læknar. Þú sagðir að orð þitt læknar, að þú hefur sent orð þitt til að lækna okkur, til þess að umbreyta hjarta okkar og ég bara tala kraft heilags anda yfir líf sérhvers manns sem eru að hlusta og alla fjölskylduna líka. Í Jesú nafni sný hverju hjarta til þín og ég bara þakka þér fyrir að þú gefur opinberun hver þú ert Jesús, ekki bara sonur Guðs heldur sjálfur Guð. Og þegar þú komst í jarðarinnar, komstu til þess að deyja sem ein fórn utan allra tíma fyrir alla syndir mannkyns, til þess að opna leiðina fyrir okkur inn í himnaríki Guðs. Og ég þakka þér fyrir, Faðir, að þú hefur gefið okkur þetta núna og ég bara tala trú og opinberun heilags anda þennan stórkostlega mikilvæga sannleika inn í sérhvert hjarta sem er að hlusta. Í Jesú nafni þá bara legg ég hendur yfir tilfinningar þínar og ég segi þú hefur heilbrigðar tilfinningar. Í Jesú nafni tala ég gleði, frið og huggun heilags anda inn í hjartað, inn í sál þína og inn í tilfinningarna þínar og ég bara tala fögnuð Jesú Krists. Í Jesú nafni og ég tala gleði Jesú Kristi inn í líf þitt og bara ég lýsi þig yfir á næstu daga þá verður gleði og fögnur og friður, ríkjandi og ráðandi kraftur í þínu lífi, í þínu tilfinningalífi og ég hveti núna og ég set þessa bænin í hjarta eitthvað inn í hugandinn að fara að vinna með heilum anda til þess að öðlast tilfinningalegt heilbrigði, til þess að öðlast frelsi frá tilfinningum með þeim hætti að þær eru heilbrigðar, þær eru þarna, þú kannt að meðhöndla þær, þú átt heilbrigt samband við tilfinningar þínar, þær stjórna þær ekki og þú ert með tæki og tól sem að Guð hefur gefið þér til þess að takast á við það þegar að neikvæðar tilfinningar og vanlíðan poppar upp og takast á við það á heilbrigðan máta. Í Jesú heilaga nafni þá blessa ég þig, í Jesú nafni, þú ert heilbrigður, þú ert heilbrigð, í Jesú nafni þá bara tala ég Guðs ríkið inn í hjartað og ég bið Guð að gefa þér sýn núna til að sýna þér sannleikann, til þess að gefa þér opinberun hver hann er og hvernig hann er og hvernig hann starfar í þínu lífi og almennt í Jesú nafni. Amen. 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 Takk hérlega fyrir okkur, takk fyrir að hlusta og vera með. Hlakka til að sjá okkur öll annað kvöld, 15-kvöldið á 15-fundi Frelseskirkjunnar. Ef við erum með fyrirbænar efni þá megum við endilega senda skilaboð á mig eða Einar og við viljum endilega biðja fyrir ykkur og ykkar nánustu daginn strax í kjölfar fundarins annað kvöld. Þannig að segja bara Guð bless ykkur og bless bless.